Já, gott fólk, ég ætlaði að segja ykkur frá því sem við höfum verið að velta fyrir okkur varðandi verndun jarðminja hér á Náttúrufræðistofnun í seinni tíð. Þetta er að hluta til erindi sem var flutt á umhverfisþingi, en þó ekki. Ég er búinn að hræra svolítið í því að það passa nú kannski ekki alveg. En ég ætlaði sem sagt að reyna að fara í gegnum það sem þessar jarðminjar eins og við sjáum þær fyrir okkur minnsta kosti núna. Ég ætlaði að fara fyrst yfir skilgreininguna á því hvað eru jarðminjar, hvar þær standa almennt í náttúruvernd, segja frá hnignun jarðminja eins og hún hefur orðið allt frá landnámstíð. Við erum komið með drög að aðferðafræði það hvernig á að flokka og ná einhverju heildarsýn yfir þessar jarðminjar. Nú ég ætla að taka dæmi meðferð jarðminja bara í framkvæmdasamfélagi nútímans og velta fyrir mér kannski hverjar eru orsakirnar og hvað getur verið til ráða. Nú jarðminjar, þetta er hugtak sem er skilgreint á alþjóðavísu. Þetta eru hvers kyns jarðfræðileg fyrirbæri sem tilheyra þá jarðgrunni og berggrunni og jarðvegi líka, og ásamt ferlum sem hafa myndað og mótað þessi fyrirbæri. Og við tökum aðeins viðbót og hugtakið jarðminjar, það er hugsað eins og fornminjar, svipað. Það er að segja, í orðinu felst ekkert mat á mikilvægi eða verndargildi. Og ég ætla nú ekki að gera eins og ákveðið fornleifafræðingur að reyna að tala þetta í eintölu. Hann talar eina fornmynd, en sleppa því. En jarðminjar geta verið bæði litlir og stórir hlutir í náttúrunni, og hérna höfum við jarðminjar getum við flokka. Ég er að horfa á þessa aurkeilu sem er framan við þetta gil í fjallshlíð. Þetta er norður í Öxnadal, og ég hef búinn að teikna aurkeilan er þessi malarkeila eða keilusneið sem er framan við gilið. Og jarðminjar eru þá aurkeilan og ferli sem myndar hann og mótar. Þar þá fylgir lækurinn með sem rennur þarna alltaf öðru hverju og reglulega, og einnig þá líka gilið sem leggur til efnið í aurkeiluna. Svo er þetta útfærið að ennþá frekar. Við sjáum kíkjum aðeins á þetta það eru eitthvað laust efni sem liggur hærra, væntanlega frá ísaldarlokum, frá einhverju fyrra stigi á þessari aurkeilu sem hefur svo breyst seinna, og þannig að í heild væri hægt að telja það svo með aurkeilunni. Þetta er svolítið frjálst hvernig maður vill þá skilgreina fyrirbæri, en þetta er ein einföld aurkeila norður í landi, og henni fylgir þá lækur og gilið er partur af pakkanum. Nú ef við horfum á þessar jarðminjar í heild í náttúruverndinni, þá hafa þeir nú bara vilja verða út undan yfirleitt, og það er ekki sér íslenskt fyrirbæri. Það er bara alþjóðlegt vandamál, og almenna skilgreiningin, algengasta skilgreiningin á því, eða skýringin réttara sagt, er sögð sú að jarðfræðingar þeir vinna náttúrulega flestir að því að rífa niður náttúruna og eru í námuvinnslu og þess háttar, og oftar en ekki tengdari hagsmunaaðilum heldur en verndunaraðilum. Þannig að það nú oft flokkað með skilgreiningunni, og þess vegna hafa alþjóðasamtök jarðfræðinga til dæmis lítið beitt sér í svona málum. Nú það hefur engin stefna verið í verndun jarðminja, en það nú kannski almennt líka jarðminjar, náttúruminjar almennt, en líka það að það eru einhverjir alþjóðasamningar til jarðminjar. Nú jarðminjar eru almennt hundsaðar við framkvæmdir, og það er nú bara eins og það er. Nú í nýútkominni hvítbók sem
var kynnt á umhverfisþingi, þá hún til dæmis, hún bara sameina líffræðingur og jarðminjar, ég ætla ekki að segja það séu hundsaðar, það hún ekki sleppt, en það til dæmis ekki gerðu greinamönnur á jarðfræði og landslagi. Og ég með dæmi það, þetta eru 2 textar úr hvítbókinni. Langar raðir samhliða móbergsríkja eru áberandi landslagsform og Reykjanesskaga og víðar. Þetta heitir í jarðfræði eldfjallafræði og samspil íss og elds hefur myndað stórkostleg landslagsform, til dæmis hamfarahlaupsgljúfur og einhverja víðáttumestu virku jökulsandastendur í skýrslunni reyndar, þetta heitir sandar á fagmáli, jarðar, og þetta landmótunarfræði eða jöklajarfræði, en þetta í kafla landslag. Og þetta svona partur af því að jarðminjarnir verða svolítið út undan, að það svona, þeir bara einfaldlega ítt til hliðar. Og hér nú svona bara dæmi svona jarðfræðilega ásýnd landsins. Þetta tekið fyrir í Sveifluhálsi þessi mynd. Þetta móbergshryggur og fyrir mér hann jarðfræði, en auðvitað hann líka landslag, en þetta jarðfræði fyrirbæri sem sagt. Nú svo má hann ekki alltaf deila það, þetta hraun, þetta gróður, þetta landslag, þetta austur í Skaftárölduhrauni, það skál þarna í baksýn. En þetta svona ákveðin vandamál sem við að glíma. Nú ef við kíkjum á hnignun jarðminja frá upphafi, þá eins og ég var með áðan, þá jarðvegur í venjulegum skilgreiningum flokkaður með jarðfræðilegum fyrirbærum, en þetta bara mold og þetta dautt efni og ekki partur af lífríkinu. Þessi mynd tekið sér á Krýsuvíkurheiði fyrir 10 dögum. Þetta Arnarfell og Sveifluháls hér og það hefur blásið jarðvegur af 40.000 ferkílómetrum á Íslandi frá landnámi og skýringin einföld. Það heitir ofbeit og hefur verið notað það núna í seinni tíð svona ósjálfbær nýting á landi, en það héti skammtíma rányrkja. Það ekki eins fínt. En 40.000 ferkílómetrar, það fyrir þá sem og eiginlega allir vita kannski, það 40% af landinu. Það hefur fokið jarðvegurinn af 40% af Íslandi. Nú, mýrarnar, eða mýrajarðvegurinn, hann líka partur af jarðminjunum, dautt efni, og það búið að raska honum á það bil 10.000 ferkílómetrum, eða alltaf 10.000 ferkílómetrum. Sem þýðir þá samtals að það búið að raska jarðvegi sem sagt á hálfu landinu, helmingi af landinu frá landnámi. Það bara hálft Ísland. Nú, annað fyrirbæri sem hefur orðið fyrir miklu röskum, það goshverir. Það búið að skemma alla íslenska goshverinum einn. Og þetta hinn frægi goshver Grýla í Hvergerði. Sjá hvað hann flottur. Það búið að setja einhverja hleðslu í kringum hann og það þetta steinn þetta labba að honum og kíkja onni hann. Og fyrir, ég veit ekki hvað langt síðan, en held að verið milli 50 og 60, þá fór hverinn eitthvað að gjósa út á hlið, svona, og mönnum þótti það óheppilegt. Þá var lögð þessi steinhella yfir hann og rekið stálrör onni, svo hann gísi beint upp. Það þótti fínna. Og sjáum við þetta og svo hefur þessi goshver náttúrulega hætt að gjósa meðal annars vegna orkuvinnslu í nágrenninu og vatnsborðið hefur smám saman verið að lækka í Hveragerði eftir að var boraðar. Þannig einhverja sagnir hann hafi gosið eitthvað pínlítið eftir jarðskjálftanum 2008 en það svo stálrör í þessu gati. Þetta þótti mönnum ástæða til að sýna túristum og þótti fullgott. En þetta upphaflega var hveraskál og þessi frásögn af þessum hver sem sagt á blaðsíðu 1 í fyrsta hefti af fyrsta árgangi náttúrufræðingsins sem menn vilja vita. Það mynd af hvernig var gjósa, reyndar dálítið gömul á þeim tíma. Þetta eini hverinn sem ennþá óraskaður. Ég átti ekki ljósmynd á honum, þessi teikning frá 18. öld, Mackenzie.
Þetta vellir í Reykjadalsá, líka stundum kallaður Árhver. Hann þarna beint fyrir neðan félagsheimili á Logalandi. Fyrir þá sem ekki vita. Hann hefur nú aldrei gosið mjög mikið, en ég hef nú eins og komið á honum. Ég þekki nú alveg þessa mynd á honum. Þetta eru svona Hverahrúður strýtur út í ánni og það síður og vellur í þessu, en hann hefur ekki gosið núna mjög lengi. En sem sagt, öllum öðrum goshverum hefur annarkvort verið raskað beint eða þá að það hefur verið borað í svæðin og vatnsborðið eða þrýstingurinn lækkaður. Þannig að þessi einn sem sagt eftir óraskaður. Og væntanlega sá sem hefur alltaf verið minnst þekktur líka. Nú svo hefur við höldum áfram, þá eru allir gjallgígar við byggð, nærri byggð í landinu eru skemmdir. Alveg sama hvert við förum nánast. Og þetta Saxhóll í Snæfellsnesþjóðgarðinum, sjálfsögðu. Blasir við frá veginum, tekin frá veginu bara þessi mynd. Þessu var mokað í burtu sennilega milli kringu 1970, jafnvel fyrr. En allir gjallgígarnir voru orðnir skemmdir 1970. Og ég ætla ekki að fara meira í þessar gömlu jarðmyndanir sem hefur verið skemmdar. Þetta gildir líka stór hraunasvæði, en sem sagt þetta svona almenna staðan á jarðmyndunum. Og sérstaklega þetta með hverina og ég tala nú ekki jarðveginn, það sem stærstu skemmdirnar urðu nánast fyrir vélvæðinguna. Og ef við förum aðeins yfir svona aðferðafræði og skilgreiningar, þá höfum við sett upp hérna og þýtt hérna hugtæki jarðbreytileiki eða geodiversity. Það hefur svona verið upphaflega hugsað sem eins konar stæling á biodiversity eða það sem hefur verið kallað jarðfræðileg fjölbreytni eða jarðfræðilegu fjölbreytileiki. En þetta virkar nú svolítið öðruvísi í jarðfræðinni. Það ekkert hægt að heimfæra líffræðina upp á jarðfræðina beint, en þá höfum við þýtt þetta sem róf eða breytileika jarðfræðilegra, landmótunarfræðilegra og jarðfræðilegra fyrirbæra, myndana og ferla. Og þá fáum við sem sagt jarðminjarnar skilgreindar í framhald af því eins og var áðan, eða svipað einstakir þættir jarðbreytileikans, fyrirbæri ásamt tilherrandi myndunar og mótunarferli. Og svo það jarðminjavernd, það að segja verndin, og það ætti náttúrulega kannski ekki að þurfa að vera að skilgreina það. Það nú eiginlega svona gagnsætt orð miðað við jarðminjar, en þó þarf að gera það vegna umfangsins eiginlega. Það verndun sem sagt jarðbreytileikans og það þá hvers vegna eigin gildis, vistfræðilegs gildis eða minjagildis. Þessir svona megin þættir sem að koma til álita þegar verið að velta fyrir sér jarðminjavernd. Og helstu markmiðin þá eru þá með verndun jarðminja að þá er ætlunin sem sagt að jarðminjarnar sem eru verndar þær endurspegli þá allt róf og breytileika íslenskar jarðfræði, landmótunarfræði og jarðvegsfræði. Það eru þessi svona helstu fagsvið innan jarðfræði, þar sé jarðfræði þá að miða við bergfræði eða jarðfræði berggrunns. Þessir þættir sem að koma helst til álita varðandi verndun jarðminja. Og það þarf þá að varðveita sem sagt skipulega heildarmynd af jarðfræðilegum ferlum og fyrirbærum sem að þá í heildina gefa þá heillegt og samfellt yfirlit af jarðsögu landsins. Nú það nú eitthvað svolítið þetta í skýrslu umhverfisráðuneytisins frá 2010, í fyrra, sjálfbæra þróun í íslensku samfélagi, áherslurnar. Það sem sagt segir þar í 9. kafla, þetta 9.2 svona sem fellur að þessum hugmyndum okkar allavega, gengi verið frá skipulegu yfirliti yfir jarðmyndanir á Íslandi sem verði grunnur að markvissri verndun þeirra. Og svo jafnvel þetta atriði hérna með punktinum unnið verður að frekari viðmiðum fyrir markvissa verndun jarðmyndana fyrir gerð næstu náttúruverndaráætlunar. Nú það stendur reyndar líka hérna til dæmis unnið verður að því að vernda háhitasvæði á grundvelli mats á verndargildi og niðurstaðna rammaáætlunar. Og ég nú ekki viss að verði allir sáttir að ég fara að vernda á niðurstöðum
rammaáætlunar eins og hún úr garði gerð, því að ég hef verið að nefna sem dæmi hérna að í verndargildisflokkun rammaáætlunar þá Reykjanessvæðið sett í næsta sæti af öllum jarðhitasvæðum landsins, en í skýrslu sem að Náttúrufræðistofnun vann náttúruverndargildi háhitasvæðanna þá var sem sagt hérna Reykjanesið í efsta flokki. Þannig að rammaáætlun hefur einhverjar allt annari skoðun á náttúruvernd heldur en Náttúrufræðistofnun, sem þó hérna löggiltur umsagnaraðili, ekki umsagnari heldur löggiltur aðili í því að því leyti að eiga að meta náttúruverndargildi. Þannig að ég er nú ekki alveg viss að það gangi almennilega upp þetta með þessa rammaáætlun. Nú þegar við skoðum þessa jarðminjar og viljum fara að velta fyrir okkur hvað á að vernda og hvað á ekki að vernda, þá þarf að ná einhvern veginn yfirsýn yfir sviðið. Því náttúrulega geta tína til hvern einasta stein í landinu og reyna að vernda hann. Það þarf að flokka þetta einhvern veginn og við höfum svona komist að því að það veri einfaldast að setja þetta í þrjá flokka sem sagt. Það þá berggrunnurinn, það landmótun ísaldarjökla, það að segja formið lögunin á berggrunninum eins og henni núna á samt þeim setlögum sem að liggja ofan á hann eins og ísaldarjökullinn skildi við það, og síðan virkferli landmótunar á nútíma. Nú fyrsta skrefið þá í slíku væri þá að fá gott jarðfræðikort af landinu, það reyndar ekki til, og við erum svo að vinna í því að endurskoða þeim mál hvernig væri hægt að breyta þeim. Þetta kerfi sem hefur verið notað í rúmlega hálfa öld, gefa út hérna allarblöðin, það gengur eiginlega ekki upp, það allt ófullkomið og auk þess sem að prentun jarðfræðikort nánast að verða úrelt. Nú ef við kíkjum á berggrunnin fyrst af þessum þremur flokkum hérna, þá nær hann náttúrulega allt frá eldfjöllum til steingirvinga, bergfræði ummyndun, steindir, jarðlagastaflinn með fornum eldstöðum, rekbeltin, höggun og gosbeltafærslur og setlög og uppleiðslurhæði. Og þá lítum við sem sagt þá á berggrunnin sem svona samfellt ferli, þar segja sem að rekur út frá gosbeltinu, út fyrir það, byrjar að rofna niður og fer svo út fyrir hitareitin og sekkur niður á hafsbotnin. Og þetta hérna mynd frá Hauki Jóhannessyni svona hugmyndir færslur rekbelta upphaflega hugsuð þessi mynd, en þetta svona hugmynd af því hvernig hægt að túlka hraunlagastaflann allt frá nútíma og aftur á tertíer. Landmótun ísaldar, það þá bæði rof jarðlagastaflans, það að segja eins og við sjáum fyrir okkur bara þessi lögunin á þessum berglögum hérna frá tertíer, hérna eins og hérna norður í Vestur Arnarfirði, áhrif á gosmyndanir sem eru þá móbergið meðal annars, og svo stórar setmyndanir, alls konar ísaldarmyndanir og jökulmyndanir, og svo virk landmótunarferli, það að segja árfarvegir, alls konar set frá ám, jökulrofið, virka, strandrofið og þyngdarafl. Þar eigum við bara skriður eins og eru hérna í brekkunum og líka hérna. Það blasir alls staðar við. Þetta flokkaði í þetta tvennt, og í næstu skref eru þá sem sagt að eins og stóð þarna í skýrslu ráðuneytisins að reyna að útbúa skipulegt yfirlit jarðminjar á Íslandi, einhverja stefnumótun verndun jarðminja, og þá að endum þetta eldri friðlýsingar þá í takt við það, því þær hafa ekkert verið gerðar eftir neinu skipulagi. Og hérna eru einhverjar myndir jarðminjasvæði þá sem í hættu. Þetta norðan úr Gjástykki ekstra á Kröflusvæðinu, ég man nú ekki hver þessi mynd var tekin. En þetta semst ummerki Kröfluelda sem við höfum talið einstæðar náttúruminjar á heimsvísu, þar að segja ekki síst vísindasögulega, og þá að það skráningin á öllum Kröflueldum, og það hefur verið svolítið erfiður bardagi að fá Þingeyinga til að skilja það að Gjástykki sé eitthvað merkilegt, en þá erfiður að fá til að skilja það að það sáralítill jarðhiti þar,
Þeir sjá ekki nema penningana, heimamenn. Nú, ef við kíkjum svo á ísaldarmyndanir, þessi mynd nú bara hérna undir Akrafjallinu. Sjáum hérna þetta, basaltlaugin og skriðurnar, en hér framan í fjallinu er ísaldarstrandlína, ísaldarloka strandlína í 60 metra hæði við sjó og með svona ávöluðum steinum. Og Jón Jónsson talaði alltaf rúllaða steina, hann hafði bara lært þetta upp á sænsku og breytti því aldrei neitt. Þeir höfðu bara rúllað hérna. Og hérna sem sagt ávalað grjót, stórgrýti úr fjörunni og hérna barst mikið efni fram á sínum tíma, það vegna þess að þetta var nálægt jökulsporði á þeim tíma þegar þetta var að myndast. En nú búið að grafa þetta allt í sundur og undir eitthvað svona. Og það reyndar svona jarðefnavinnsla, það kannski ekki endilega hægt að komast hjá henni, en það ekki alltaf hægt að taka bara allt efni og henda því í eitthvað. Þetta eru fornar strandlínur, þetta segir okkur mikla sögu, þetta eru árfægir, farvegi og árir og ég veit ekki hvað og hvað. Það var afskaplega lítið verið gert í verndun svona jarðminja og þessar jarðminjar, svona fornar strandlínur eru meðal þess sem var hvað fyrst mokað í burtu með vélvæðingu og þegar menn þurfti að fá efni í steypu og það er óralangt síðan að, ég segi nú ekki óralangt, það eru áratugir síðan að svona jarðefnavinnsla hætti í stórum stíl hér í nágrenni Reykjavíkur, það síðast upp í Mosfellssveit og upp á Kjalarnesi, en það er ennþá suður með sjó í svokölluðum Rauðamel. Í staðinn hefur komið efnistak á hafsbotni sem ég ætla nú ekkert að fjalla núna, en hún hefur sem sagt viðgengist án þess að væri svona nánast nokkuð fylgst með henni. Og svo ætla ég að fara hérna í nokkur dæmi um það hvernig þetta hefur allt gengið fyrir sig. Þetta er skipulag af, eiginlega ekki hægt að kalla þetta skipulag, en þetta er sem sagt mynd úr matsskýrslu fyrir Þeistareykjavirkjun og sýnir hér fyrirhuguð borsvæði, 15 svæði sem eru nefnd hér, þessi bláu blettir hérna. Síðan eru teiknuð hérna pípur, hugmyndir af pípum hérna og það liggur allt hér í áttina að stöðvarhúsi sem er haft hér á miðju svæði. Þetta hérna er Bæjarfell, hér er Ketilfjall og hér eru Flatneskjan stóra fyrir norðan, Þeistareykir, gamla bílir hérna og skálinn. Síðan er sem sagt gert ráð fyrir stöðvarhúsinu hér sem sagt út á miðjunni, nýr vegur hér frá Húsavík sem að verið að leggja núna og ég held að sé það kláran hérna, þessa leið og svo suður í gegn, 90 km hámarkshraða sjálfsögðu. Og gömlu vegirnir eru sýndir hérna, þeir eru nú lítið notaðir, þeir eru bara þarna eins og gengur og svo koma náttúrulega vegir með fram öllum pípum eins og við vitum og vegir að öllum borplönum, þeir eru ekki sýndir heldur og þeir þurfa sem sagt telja sig þurfa 15 borsvæði og ég fór einu sinni ofan í þetta og skoðaði þetta og ég var nú ekki alveg sáttur við það að það skyldu hvergi verið að gera athugasemdir við þetta. Það er ekki að sjá að það hefði nokkur hérna skipulagsfræðingur komið nálægt þessu nokkur tíma. Ef við skoðum svo, ef við hugsum okkur og það sé hægt að bora út frá þessum borsvæðum eins og segir í matsskýrslunni 1 til 1,5 km frá hverju borsvæði. Þá er þetta búið að draga hérna 1 km spönn út frá hérna hverju borplani og þetta er sem sagt það sem þið geta borað. Bláa línan hérna eru útmörk, skilgreind útmörk jarðhitasvæðisins samkvæmt viðnámsmælingum. Það gerir engin athugasemd við það, 2 svæðunum eru algjörlega utan við jarðhitasvæðið. Þessar borholur sem eru með þennan hring og þennan hring, þær bæta engu við innan við jarðhitasvæðið með því sem að þær geta. Það er ekkert að hafa, þar gerir ekki neitt. Og þessar hérna 2 eru út í svæði sem að talið er kalt samkvæmt matsskýrslunni eða farið að kólna. Reyndar eru bara byrjaðir að bora hólu hérna núna í einhverju rannsóknarskyni þó að það standi ekki til að fara að vinna á þessu svæði fyrir það virkjun sem að núna er í undirbúningi.
En miðað við þessa hérna útsetningu á mögulegum borsvæðum, þá sýnist mér að þetta eru borsvæði svona nokkurn veginn sem eru fyrir að með þessum hérna 5 borsvæðum er hægt að ná til all þess svæðis sem ætlað er að ná til með öllum þessum hólum. Það er að segja þeirra sem eru innan jarðhitasvæðis, það hefur engan tilgang samkvæmt hugmyndafræðinni, hvurslags er þetta eiginlega, svo feita putta. Það hefur engan tilgang að vera að bora hérna utan við jarðhitasvæðið miðað við það sem að gengið er út frá en með umhverfismatinu sem var reyndar hafnað hjá hérna Skipulagsstofnun, þá er þetta allt búið að fá svona grænt ljós og svo segir bara sveitarfélagið já við öllu og svo gera menn það sem þetta dettur í hug. Ég ímynda mér að það hefði verið miklu sniður að hafa þá stöðvarhúsi hérna því að allar pípur liggja í 8 stöðvarhúsinu og reynda línurnar líka. Og ég teknaði nú ekki háspennulína upp og ég setti veginn hérna líka, bara í gamla veginn, ég held að þurfi ekki að nota nýja veginn og þetta má allt, það er hægt að nota eftir bara allt gömlu veginnir hérna. Það þarf ekkert svo mikið rask endilega að menn nenn að vanda sig. Ég hef bara aldrei orðið var við það að menn gerum það í svona vinnu, aldrei nokkuð tíman. En það sem að má kannski bæta við hérna er að sko rökin fyrir því að leggja nýjan veg eins og hann er sýndur hérna, þessi vegur hérna, þau eru sett fram í matskýrslunni og það eru snjóþyngsli og það er byggt á einni skoðunarferð starfsmanna vegagerðarinnar á vetrarlagi. Það þætti lélega rannsóknir hjá Náttúrufræðistofnun, svo mikið er víst. Rökin fyrir því að hafa stöðvarhúsið hérna, aðeins aftur á bak líka í viðbót, rökin fyrir því að hafa stöðvarhúsið hér með háspennulínuna hérna, þetta gula hérna, eru þau, afsakið, að það segir í matskýrslunni að stöðvarhúsið þurfa að vera nálægt háspennulínunum. Og ég fletti þá upp í matskýrslunni háspennulínurnar, af hverju þá spennuvirkið, sem er hérna stendur þetta tengivirki, hérna heitir víst tengivirki. Já, það stendur í matskýrslunni sem þetta stöðvarhúsið þarf að vera nálægt tengivirkinu og háspennulínunum. Og svo fletti ég upp, og þetta er ekki grín, ég fletti upp í skýrslunni háspennulínurnar og það stendur þar að tengivirkið þurfa að vera nálægt stöðvarhúsinu. Og þetta fer í gegnum íslenska stjórnsýslu athugasemdalaust. Og hérna, ég veit eiginlega ekki hvernig maður bara hérna hristi bara hausinu í vitleysunni. En hérna, ég skrifaði þetta pappír hérna á sínum tíma, eða pappír með þessum myndum í fyrir Landvernd og ég var svo lengi að þessu að það var útrunnin umsagnarfresturinn og Skipulagsstofnun vildi ekki taka við þessu. Svo er það ekkert meira. En það voru engar athugasemdir á þessum nótum gerðar. Skipulagsstofnun gerði engar athugasemdir við þetta, ekki nokkrar. Ég ætla að segja ykkur svona lauslega hérna frá Suðurstrandavegi. Það er svona dæmi mínu viti bara skandal í íslenskri stjórnsýslu, annan sem er ekki betri. Þetta er ný náma sem er hægt að vinna í. Þetta hérna er bifreið hérna Náttúrufræðistofnunar. Þessi náma er austan við hérna Geitahlíð, hérna fyrir austan Grísvík. Og þetta heita hérna, ég er búinn að gleyma hvað þessu brekkur heita hérna, Mosabrekkurnar hérna, austan við, það heita einhverju skemmtilegu Lyngskjöldur, já, heitir þetta, Lyngskjöldur. Og hérna var sem sagt tekið efni í Suðurstrandaveg og valið á námustæðinu, það var rökstutt í matskýrslu vegagerðarinnar með því að mosin á svæðinu hefði brunnið á fyrri hluta 20. aldar. Þá er alltaf að taka hraunið. Og skilja svona við það, sjá hérna, þetta er útbjaðarinn á brunasvæðinu á mosan. Svo var þessu bara mókað í burtu og þetta er svona núna, ég veit ekkert hvort er alltaf að reyna að laga þetta eitthvað, það er ekkert hægt náttúrulega, þetta er bara brota af námunni. En þetta er nú bara hluti af skandalum, þetta er náttúrulega innan Reykjanesfólk, svona sjálfsögðu sko. Og ég veit ekki hver heimilaði þetta.
Svo þetta hérna, rétt hjá, bara við mörkin á Reykjanes fólkvangi og friðlandinu í Herdísavík. Herdísavík hér, þetta sjáum við hérna Selvogs heiðina. Og þetta nýji vegurinn hérna og þetta gamli vegurinn. Og þessi vegur var lagður hérna upp á 1960 og kallaður Krýsuvíkurleið. Það var lagður hérna til þess að Sunnlendingar gætu nú komist hérna austur fyrir fjall og það væri ekki mókuð helliseiðin svona vikum saman. Og það fara Krýsuvíkurleiðina. Þetta sem sagt upphaflega Krýsuvíkurleiðin og beinasti kaflinn á þeirri leið. En þeir þurftu að leggja nýjan veg við hliðina af einhverjum ástæðum og ég hef ekki fengið neina skýring á því hvernig í óskopunum mönnum datt þetta í hug. En þetta sem sagt innan Herdísavíkurfriðlands og það þarf allavega leyfi Umhverfisstofnunar til að gera þetta, það þarf samþykki náttúrulega skipulags og sveitafélags og það klikkar allt kerfið allstaðar. Þetta er bara gersamlega óskiljanlegt og þessi 6 km gafli hérna sem svona gegnum friðlandið. Bara hreinn óþarfi. Og þetta er náttúrulega nútímalega og fín vegagerð í Ögmundarhrauni eða það er einhvers staðar austar á Suðurlandsvegi, nýr og fín vegur. En að mínu viti þá var ekkert mál að fara gamla veginn hérna, lagfæra gamla veginn hérna undir nefnu hérna og fylgja honum í aðalatriðum. Ég sé ekki að það hefur hægt að fylgja honum alveg, en svona í aðalatriðum þetta er ekki að fína veg. En þetta hérna og þetta er líka á þessum stað, þetta er svipuðum slóðum hérna. Það er ekkert verið að nota gamla veginn, hann bara fær að standa hérna upp á punt við hliðina. Og það sést hérna að þeir hafa notað hann hérna fyrir flutninga, efnisflutninga og grafið svona utan úr honum, mjúkkaðan. En sem sagt, þetta er sem sagt nútíma vinnubrögð í íslenskum jarðminjum. Þetta er vegur sem lagður í sumar, núna í sumar. Og þá velti maður fyrir sér hvað er eiginlega að í íslenskri stjórnsýslu, hvernig dettur mönnum í hug að gera svona, okkur gerir enginn neitt, sko. Það er þekkingaskortur og ég vil kalla jafnvel hroki, sko, bara gagnvart umhverfismálum í stjórnsýslunni bæði hjá ríki og sveitarfélögum. Öll stjórnsýslan er bara ónýt í þessu málflokki, gersamlega. Og hérna, ég veit ekki, það er eiginlega upp úr og niður. Það er engin þekking neins staðar hjá sveitarfélögunum sem hefur lokaorðið í þessum málum, ekki til. Umsagnaraðilar hinnur og þessir, það er ekki til. Það virðist ekki vera nein þekking hjá Skipulagsstofnun. Og já, ég ætla ekki bara, það fæst orðbera kannski minnst ábyrgð, en hérna svo velti maður fyrir sig hvað er til ráða. Og ég verði að segja hann um sér, ég lofaði þínu þarna í byrjun, ég myndi svara því, en ég hef ekki hugmyndu það. Ég er bara satt að segja, veit ekki hvað þetta gerir. Þetta er svo vitlaust, svo arfæljalegt. Að hérna, og þetta eru bara sko smá dæmi sem ég hef tekið. En landið okkar er að fara svona algjörlega óþörfu. Það er mitt mat. Nú ætla ég að segja ykkur svona smávegis bara á svona ljósapunktunum hérna í restina. Að nýlega var sem sagt samþykkt Kötlusvæði í þetta fyrirbæri sem hann hafa kallað ég veit ekki hvað, jarðminja, garða, geopark, það er nú eiginlega ekkert jarðvangar. Þetta er svona alþjóðlegt fyrirbæri undir hatti UNESCO. Og þetta er svæðið sem að þessi garður nær yfir, jarðminjagarður, sem sagt kallað geopark. Og þetta eru sveitafélagamörk hérna og hann nær meira að segja sko yfir hluta af Vatnajökulsþjóðgarði. Þetta er sem þá Skaftárhreppur og ég veit nú ekki bara hérna hvað er heitað þessi hreppar hérna núna. Það er Eyjafjarðarhreppur, Austur-Eyjafjarðarhreppur og væntanlega Vesturmörkin, já, en er ekki Austur-Eyjafjarðarhreppur ennþá til? Skaftárhreppi? Já, það er Mýrdalshreppurinn, já, það er hann sem er þriði hreppurinn, já, auðvitað, ég glemdi honum, auðvitað. Það er hann, ég vissi að það voru 3. Og hérna, það er sem sagt þá Rangárþing, sem sagt eystra Skaftárhreppur og Mýrdalshreppur sem að standa saman að þessu. Þeir þurfa að ráða starfsmann og eitt og annað í kringum þetta. Ég kann nú ekki þessi fræði, hún hérna Lovísa sem að setti upp þessa mynd og flutti svo aftur hérna erindið fyrir okkur á Umhverfisþinginu, hún fjallaði þetta og kann þetta út og suður,
En þetta sem sagt svona það nýja í þessu og þá svona verndun á ábyrgð sveitarfélaga og reynt að gera þetta svona ákveðnar kvaðir af hálfu þessara geoparksamtaka sem að þá gera kröfur einhver ákveðin umhverfismál í sveitarfélögunum. Þetta nú kannski það sem hefur svona verið mestur vöxtur í sambandi við verndun jarðminja bara á síðustu árum og það fyrst í Evrópu og síðan hefur þetta þróast út allan heim. Og svo þetta bara búið, takk fyrir. Við höfum tíma fyrir nokkrar spurningar og rétti bara upp hönd og ég kem með mikrofónin til ykkar. Ég ætla að biðja þig að kynna þig. Ég heiti Auður Andrésdóttir og vinn hjá Mannviti, ég jarðfræðingur og hef stjórnað mat- og umhverfisáhrifum með nokkrum jarðhitavirkjunum og þannig mér mál svolítið skylt í sambandi við Þeistareykjavirkjun. En mér langar að spyrja vegna þess að Náttúrufræðistofnun kom nú að mati á þessari virkjun. Hvernig sér stofnunin fyrir sér aðkomi til þess að hafa einhver áhrif til þróunar á undirbúningi og varðandi staðsetning og borðsvæði og fleira? Og eitt sem að mér langar nú að mótmæla það að þú sagðir að Skipulagsstofnun hefði hafnað þessu, það ekki rétt. Að Skipulagsstofnun hefði ekki tekið tillit til þessara athugasemda sem að barst frá Landvernd, en ég var ekki verið við annað en að væri kynnt sem tillaga Náttúrufræðistofnunar á umhverfisþingi daginn. En er þér kunnugt að það hefur verið í vinnslu deiliskipulag þar sem að hefur verið tekið tillit til meðal annars þessara ábendinga frá Landvernd? En það fyrst og fremst, hvernig sér Náttúrufræðistofnun aðkomu sína í framhaldinu? Nú, ég ekki málpípa Náttúrufræðistofnunar í því tilliti en varðandi þetta með athugasemdirnar þessar sem ég að tala sem að fóru frá Landvernd, þeim var skilað aftur til Landverndar. Það víst rétt. Meira veit ég ekkert það. Þeim var skilað aftur formlega með athugasemdum að þær hefðu borist og seint. Með þessu myndum í. Það veit ég nákvæmlega. Og ég veit alveg að framkvæmdastjórinn hann sagði mér það, það verður komið til sín aftur. Þær eru birtar í matskýrslu? Nú hef ég bara ekki skoðað það nákvæmlega. Nei. En ef þær eru þar og hefur ekki verið skoðað tekið tillit til það, þá það ekki til að bæta stöðuna. Eins og ég segi, það semst... En ég hef fyrir mína parta enga skoðun á því hvernig Náttúrufræðistofnun ekki stjórnsýslustofnun. Má ég svara því? Já. Því að það mér máli skilt. En ef þið lesi hvítbókina þá kemur bara afstæðan þar fram. Vegna þess að eitt af því sem lagt þar til þess að vernda jarðminjar og sérstaklega á nútíma, að það að styrkja 37. grein náttúruverndarlaga. Að setja miklu meiri kröfur heldur en áður og þar á meðal nútíma hraun, eldupp og svo framvegis. Það gerð svo krafa að þetta verði allt kortlagt, þannig að framkvæmdaraðilar og skipulagsaðilar þurfa að rökstyðja með miklu með betri hætti heldur en áður af hverju þeir þurfa endilega að fara í þessu svæði. Og breytingi sem þar og það snýr að Náttúrufræðistofnun, að í staðinn fyrir að Umhverfisstofnun verði umsagnaraðili, þá verði það Náttúrufræðistofnun. Það megin breytingin og þetta að finna í hvítbókinni. En fyrst ég nefni hvítbókina, og það aðeins að leiðrétta það sem kom fyrst fram hjá Sigmundi, að það sé ekki gerður greinarmunur á jarðfræði og landslagi í hvítbókinni. Í 3. kafla bókarinnar sem fjallar náttúru Íslands, þar eru undirkaflar, einn heitir jarðfræði og annar heitir landslag. Þetta var tilvitnun beint úr kaflanum landslag. Þetta lýsing á jarðfræði. Ég ekki að tala neina skörun. Landslaginu lýst sem seinni jarðfræði og ekki minnst á neitt annað. Það það sem ég að tala Þessi líffræðingar sem að skrifa þessa skýrslu, þeir þekki ekki muninn á landslagi og jarðfræði. Það blasir í þessum texta þarna. Ég skrifaði hluta af jarðfræðikaflanum, ég viðurkenni það líka. Það var líka strikað út úr honum sumt sem að bara með ólíkindum alveg að líffræðingar skuli láta sér detta í hug. Ég tók eftir að það stóð þarna að
friða ísaldarjökla, það ekki svolítið erfitt þegar að jöklarnir eru að hopa af hitun, en það annað að Arabar myndu kannski vilja kaupa Hofsjökul, þá vantar endilega vatn og þeir gætu flutt ís með sér. Alveg eins og Grímsstaði þá var hugsanlegt að Arabar vildu kaupa þarna eitt jökul frá okkur. En ég svolítið borgfirðingur og ég á Laxfoss í Borgarfirði og sé þar svolítið út gluggann og þá eru nágrannar mínir, þeir eru að taka ofan í burð úr hallamúlanum og þar við að geta hallamúlan. Mér þykir það dálítið hart og ég hef kvartað undan þessu og til borgarbyggðar og þeir gera ekkert í málinu. Það vantar eitthvað til þess að taka þetta í taumana og hindra það að það sé tekið þarna skriðan út úr fjallinu. Annað að borgarbyggð tók allt inn upp á því að fara að taka vatn úr Grábrókarhrauni og bora þar niður og sækja það vatn fyrir Borgarnes og sem að þeir seldu svo Reykjavíkur veitunni þessa eign, en við þetta þá hefur horfið lindarvatni mitt sem rann undan hrauninu og annað að Reðavatn hefur lækkað 2 metra. Svoleiðis, og þar að auki Bifröst náttúrulega, hún fær að rísa þarna upp í friðuðu Grábrókarhrauni og Grábrók sem líka friðuð og þar eru þeir að byggja alls konar ruslbragga til þess að eyðileggja landslagið. Hvað á að gera í þessu? Já, þetta er nú bara partur af því sem ég hef verið að tala að það er engin hemja hvernig umgengnin í raun og veru og það er búið að vera lengi ljóst að þessi 37. grein náttúruverndarlaga þar sem svona hraun eru svona nánast miskusti ekki alveg friðuð en það er ætlast til þess að menn tæki svolítið vel tillit til þeirra en það er ekki til í dæminu að það sé lyft litla fingri í þá átt en ég man ekki eftir neinu dæmi að menn hafi gert neitt í þá veru og ég hef aldrei skilið af hverju. Það er sagt að lagastoðin sé veik en ég sé ekki að það sé neitt munur á því að fara að búa til einhver kort að þessu hraunum til viðbótar því að það er alveg dagljóst hvað er átt við með þessari grein í náttúruverndarlögunum. En það hefur aldrei verið farið eftir henni og það er bara eitthvað ákveðið hjá lögfræðingum og væntanlega skipulagsstofnun og fleiri aðilum sem að koma að þessu. Að það er bara búið að ákveða það að þessi grein sé ónýt, þeim bara finnst það og þess vegna er ekkert gert. Það er hins vegar það í þessari grein líka ákveðið votlendi og það hefur alltaf öðru hverju verið þó átt eitthvað við það að endurheimta votlendi á móti ykkur sem hefur skemmst í vegagerð en þetta er aldrei að huga eiga við hraunin. Ég veit ekki af hverju en þetta er bara svona. Það eru 3 sem að vilja spyrja, við skulum taka þann fyrsta. Já, þakka þér fyrir hressild erindi. Ég er líffræðingur og kom að hvítbókinni lítillega. Ég ætla bara að taka undir að það hefur skort á skýra stefnumörkun hjá opinberri yfirvöldum, sérstaklega varðandi jarðfræðina. En eins og búið er að nefna, þá er þarna mikilvægt atriði í 37. greininni. Því þeirri lagagrein hefur bara ekkert verið framfylgt og þar er við stjórnvöld að sakast. En hvítbókin gerir akkurat þetta sem Jón Gunnar nefndi, að það hefur verið að skerpa á þessum ekki bara jarðfræðiþáttunum í 37. greininni. Það er einnig verið að koma því þannig fyrir að stjórnvöld eða framkvæmdaraðilar, ef þeir eru að eiga við svæði sem varðar 37. grein, þá er þeim skylt að
að hafa samband við viðkomandi yfirvald. Þetta er ekki þannig í dag, þessu er allavega ekki framfylgt í dag eins og lögin hljóða. Þannig að þetta er eitt atriði sem má tryggja betur meðferð á jarðfræðilegum minjum og í staðinn fyrir að skamma líffræðinga þá held ég að jarðfræðingar ættu að líta sér nær og taka sér á í þessum efnum. Takk fyrir. Já, ég vil nú bara komið fram þá hérna að einhvern veginn var þessi nefndum endurskoðun þarna til á þess að kemur nokkur jarðfræðingur nálægt og ég ætla ekkert að segja hérna af hverju það varð eða eitthvað og ég er ekkert að kenna líffræðingunum þó að þeir hafi skrifað þessa hvítbók en það var engum jarðfræðingi boðið í pakkann, engum. Já, ég er Sigurður Magnússon, ég vil þakka Sigmundi fyrir hressilegt erindi. Mér langar nú aðeins að leiðrétta hann. Hann talaði jarðveginn að hann væri steindauður. Hann er aldeilis ekki steindauður. Það er mjög mikið líf í jarðveginn, minnst kosti efstu lögunum. Svo annað sem dettur það kannski hug, hann var að benda okkur á Vesturstrandarveginn, þar sem var búið að leggja 2 vegi, gamla veginn og þann nýja. Er ekki Sigmundur bara miskilja þessa vegalagningu, er ekki verið að á ekki bara nota gamla veginn sem reiðveg af því það mennur vilja alltaf geta farið ríðandi landið og þetta sé þá hluti af því þeirri áætlun að koma reiðvegum allt land. Hefurðu kannski velt þessu eitthvað fyrir þér, Sigmundur? Mér finnst þetta nú dálítið vel í lagt, ég vil nú segja það. Það er dálítið vel í lagt en varðandi þetta með jarðveginn þá man ég nú ekki hvernig ég orðaði þetta nákvæmlega en það hefur alltaf verið vitað að efsta lagið er lífrænt í efsta laginu en þorrinn af öllum jarðveginum er steindauður, neðsti hlutinn. Það er ekkert ný vísindi og það gildir sama móinn og mýrarnar. Lífið er bara rétt í efstu lögunum. Er efsta laginu. Við ætlum alveg að fara að ljúka þessu, við ætlum að taka 2 í viðbót. Árni Björn Stefánsson heiti ég, jólasveinn Meiru, takk fyrir Sigmundur. Sigmundur á það sameiginlegt með efsta laginu í jarðveginum að það er líf í honum og ég vil takka þetta líf. Og svona umræða er mjög að henni góða að ég lít svo á að við Íslendingar séum þróunarland á sviði náttúruverndarmála og við þurfum bara að komast upp úr því fari. Varðandi það sem ég sjálfur, það er nú svona spurning, það stend mest fyrir. Það eru verndun og varðveisla hraunella, þá hefur engin þjóð umgengist jafn margar fagrar og merkilegar og varðveisluverðar náttúruminjar af jafn miklu fálæti og sinnuleysi og vanrækslu rauninni eins og við höfum umgengist hraunellan okkar. Við höfum náð alveg ótrúlegum árangri á þessu sviði og við erum að gera það á fleiri sviðum. Og þannig að við þurfum bara að líta okkur nær og taka okkur sem sé hressilega taki. Og varðandi stóra spurningamerki sem þú settir, hvað á að gera, það er annað hvort sem myndir minna að taka lyfin sér reglulega eða gera eitthvað svona tíðis vitleysissu. Það gera takk fyrir. Já, ég bara þakka Árna fyrir að hann þetta sagði ekki beint en hann allavega var ekki að gefa því skyn að erindið hefði bara verið hreinsilegt. Já, Einar Þorleifsson, er ekki bara orðið mjög brýnt að búa til válista fyrir jarðminjar. Veit eftir hug, segja, þess Hallbjarnarstaðakambur Tjörnesi sem er ógnað af lúpínu. Það verður einskis virði ef við sjáum ekki stengirhöngana. Og eða fossar, Stuðlabergsfossar eins og Aldeyjafoss, það eru svona virkjana hugmyndir. Jú, ég bara veit ekki hvað er hægt að gera sko. Ég bara frétti af því í sumar sko að það verið að gera nýja brú yfir hvað var það Haffjarðar og þá er skafið ofan af eina sögulega hrauninu á Snæfellsnesi í efnistöku og þetta er gert að tillögu og með samþykki Umhverfisstofnunar. Ég veit ekki hvað við höfum að gera. Það er eiga við vegagerðina augljóslega. Já, það er náttúrulega blasir við. Þar er þessi umhverfishroki sem ég er að tala um. Hann er alveg bara yfirgengilegur þar. Þeim dettur ekki í hug eitt eða neitt. En það er bara alls staðar. Það er engin þekking, virðist vera nokkuð staðar í stjórnsýslunni notæf. Bara hvergi. Ef það er til áliti fyrir eitthvað svona jafnvel þá myndir við hugsa það lesa. Nei. Það
Þessi listi í 37. grein náttúruverndarlaga. Það þar, og ef maður get ekki farið eftir því þetta heyri beint undir þetta dæmi sem ég var að taka, það bara ekkert gert, það gerir engin neitt, hvergi. Aðeins að skjóta inn í að í umræddri hvítbók þá meðal annars lagt til að þær minjar sem á válista, það ekki vísað í jarðminjar, en aðrar náttúruminjar, að þær minjar sem á válista, þær hljóti sjálfkrafa verndargildi sem verði að taka tillit til og þær minjar sem verður að taka tillit til að einhverju leyti, hvort sem friðlýst að vernda á annan hátt, að þá verða menn að kynna það opinberlega með korti og svo framvegis eða skrálista og þetta eitthvað sem allir framkvæmdaraðilar eiga að hafa aðgangað og þeim má að verið kynnt málið. Þannig að einhver undanbröð frá því eiga að verða að ná þetta fram að ganga miklu erfiðari fyrir utan það að viðurlög á að herða. Já, vafalaust, það allar úrbætur til góða, til bóta, ég ekkert að fjarri því að ég sé að amast við því, langt í frá, en það sem að hefur verið boðið upp á fram til þessa, sem nú töluvert og ég kom nú svona aðeins að því svona í framhjálaupi þegar að þessi 37. grein var samin, ég mælti Jón var í nefndinni sem að samdi þessi lög, eða lagafrumvarpið á sínum tíma og ég var ritari fyrir nefndina þarna í svona varamaður tíma og kom þess vegna aðeins að því og akkurat þegar það var öll umræðu og ég veit alveg hvernig það fór fram og menn ætluðust til dálítið mikils að þessu en hvers vegna það virkar ekki? Það mér algjörlega hulnir ráðgótt og það er bein ákvörðun raunverulega lögfræðinga skipulagsstofnunar og umhverfisráðuneytisins. Það hvergi annars staðar sem að það var aldrei reynt á þetta fyrir lögum, fyrir dómstólum sig. Þetta eru bara ákvörðun þessara aðila. Það hljótt í. Ástæðan ekki alveg afviklu sjálf hjá lögfræðingum. Vegna þess að kvöðin sem núna í 37. einhverjum að veita umsaka, náttúruverndarnefnda og umhverfisstofnunar. Það engin kvöð á því að fara eftir þessum umsökum og þegar þær komnar, það eitthvað andið á það. Breytingi sem að má að segja þessu að menn meiri ekki það að bringja þessum til að skiptum umsakaraðila og kvöðin á framkvæmdaraðila hægt að fara ekki nema að rökstuða nú mjög skilur. Þegar þetta breyting. Já, vafalaust það mjög gott, en ég ætla bara að benda á að til dæmis segir í lögum mat á umhverfisáhrifum og það eru kannski svona stóru þættirnir í þessu. Það eru þessi almennu ásýndar áhrif landsins, sérstaklega varðandi jarðminjar, að það segir í lögum mat á umhverfisáhrifum að tilgangurinn sé meðal annars að draga úr umhverfisáhrifum framkvæmda. Það eru svona almenn áhrif og ég vil meina að það hafi í aðalatriðum algerlega mistekist af hálfu skipulagsstofnunar, algerlega mistekist, því að framkvæmdaraðilum hefur tekist að komast bara áfram með sínar hugmyndir, nánast eins og þeim hefur dottið í hug. Við látum staðan numið að sinni. Áður en við farið þá vil ég vekja athygli á næsta Hrafnaþingi sem eftir 2 vikur, 2. nóvember. Þá ætlar Hilmar Malmqvist, líffræðingur og forstöðumaður Náttúrufræðistofu Kópavogs, að flytja okkur erindi sem heitir Blávatn og fjallar nýjasta stöðuvatn landsins sem er á Oki í Borgarfirði. Verið hjartalega velkomin þá. Takk fyrir komuna. Jæja.